Já, komið sæl og blessuð. Ég heiti Björn Þorláksson og ég hef fjallað fjölmiðla hér á samstöðinni vikulega allar götur frá áramótum. Í dag ætla ég að ræða við ykkur fund sem ég satt hjá Blaðamannafélagi Íslands í gærkvöld. Það var félagsfundur þar sem fjallað var hvaða lausnir væru út úr krísu fjölmiðla hér á landi, hvað varðar rekstrarumhverfi og svona viðsjá blaðamennskunnar. Okkur blaðamönnum hefur fækkað mjög hratt og sjálfstæði fjölmiðla í hættu og yfirburðastaða Ríkisútvarpsins á margra mati bleikur fíll í samanburði við einkarekna miðla. Það tekist á auglýsingasölu og fleira. Þannig að rekstrarumhverfi fjölmiðla á Íslandi hefur veikst mjög á undanförnum árum. Og efni fundarins hjá Blaðamannafélaginu í gær var að kynna lausnir þar sem horft til vinnu 70 manns. Fundir fóru fram í mars síðastliðnum á þessu ári, þar sem 70 manns komu saman til þess að reyna að greina vandann og finna leiðir út úr þessari krísu. Og þetta sérst í fyrsta skipti sem að þessar mögulegu lausnir eru kynntar og það allmargt sem vekur athygli í þeim. Það má segja að þetta hafi verið greint niður í 6 þemu af hálfu Blaðamannafélagsins og fyrsta þema samkeppnisstaða jöfnuð við erlenda tæknirisa og þar verið að nefna leiðir hvernig við komumst út úr því að ég held að önnur hver króna sem fellur til af auglýsingafé hérlendis núna, hún renni til erlendra tæknirisa, Facebook, Google og svo framvegis, sem þýðir þá það að bara auglýsingafé á landinu hefur minnkað 50%. Það eitt þemað, svo hnitmiðar og fyrirsjáanlegur stuðningur hins opinbera við einkarekna fjölmiðla sem svona þema 2. Eins og þetta núna þá veit í rauninni enginn með fjölmiðlastyrki hvað fólk fær frá ári til árs og svo framvegis og alls konar óvissa í því sem náttúrulega hlýtur að gera það mjög erfitt að reka fjölmiðla. Nú, það bætt aðgengi framsetning og varðveisla opinberra upplýsinga, vitundarvakning hlutverk fjölmiðla og vernd blaðamanna og mikilvægi blaðamanna og svo talað samstarf fjölmiðla fyrirtækja og ritstjórna, aukið samstarf blaðamanna á millum. En sú tillaga sem að mér fannst persónulega áhugaverðust og ég ætla að byrja á að ræða hér við viðmælanda minn sem að þrautreyndur í fjölmiðlabransanum. Það hvort það kunna koma til greina að RÚV hætti eða takmarki starfsemi auglýsingadeildar og minnki sölu auglýsinga en tekjur af auglýsingasölu RÚV þær renni í sjóð til stuðnings einkareknum miðlum eða renni, einkareknum miðlar fá í rauninni ávinningin af auglýsingasölu RÚV og þetta svona fyrsti umræðupunktur sem að gæti verið gaman að spá í og ef þið viljið lesa meira til ykkur meira þetta þá frétt þetta núna á samstöði.is því við skrifum líka fréttir, við erum ekki bara útvarp og sjónvarp og viðmælandi minn til þess að ræða þetta og fleiri hugmyndir ykkur að góðu kunnur, hann heitir Gunnar Smári Egilsson. Sæll blessaður. Hvað segirðu bara svona sérstaklega þetta með auglýsingasöluna hjá RÚV ef við byrjum á því, heldur þetta sé raunhæft að Ríkisútvarpið og stjórnvöld sjáu vit í því að þetta geti verið staki mengi þess að sætta einkamiðlana og minnka forskotið á milli RÚV og einkarekinna miðla? Já, sko, þessi tillaga hún svona viðbragð við svona, ég myndi segja bara raunveruleikanum og þú tekið eftir því að það þessi krafa að RÚV fara auglýsingamarkaði er gömul og hefur svona ákafinn í henni hefur svolítið aukist á þessari öld og eftir hrun þegar svona rekstrargrundvöllur fjölmiðlana hefur brostið. En hann er ekki mjög víðtækur. Þú heyrir það í umræðinni að það koma menn og segja að RÚV verður að fara auglýsingamarkaði, soga sig til sína auglýsingarnar og skilur hérna eftir svanga. En til dæmis auglýsingastofur og þeir sem að vinna í auglýsingabransunum og auglýsendur hafa ekki tekið undir þetta vegna þess að þeir vita að ef að RÚV hættir að selja auglýsingar að þá ekki gefið að það fé fari til annara vegna þess að auglýsandinn vill vera það sem að eru flest augu og flest eyru og
og hinn eins og til dæmis Stöð 2 eða Sjónvarp Símans hefur ekkert sambærilegt að bjóða og ríki sjónvarpið og samlesna rásir á í hljóðvarpinu og svona þetta ennþá öflugir auglýsingamílar. Þannig að þarna kemur til að sem eiginlega að reyna að sko taka þá bara peningana en að halda áfram að selja auglýsingarnar. Þannig að RÚV svona sáttatillaga. Að þá getur þú velt í fyrir þér ef þú hefur staðið ekkert í rekstri. Auglýsingadeild RÚV, hún heldur áfram að selja auglýsingar en fyrirtæki sem þeir vinna hjá nýtur ekki ávaxtan af því þú veist, þá það ekki víst að það verði þú veist, auðvitað má finna lausnina þegar ég var að hlusta á því, þá fór ég bara að hugsa það, þú veist, hvernig á þá samband frjálsra fjölmiðla að reka auglýsingadeild RÚV og selja hann inn eða á bara ég veit, ég aftur mig ekki alveg á þessu en þetta, það sem ég bara benda á ég hef ekkert sérstaklega skoðun af hver lausnin er að hún hljómar undarlega þessi tillaga, en þetta ástæðan að það, ef að RÚV myndi bara hætta að vera auglýsingamarkaði, að þá myndi kannski meira en 50% af auglýsingafénu fara til stóru tæknirisana því að það er langt líklegast ef að RÚV hættir auglýsa að ég hugsa bara meir en helmingurinn færi bara í Google og Facebook og félagar. Það hefur verið talað bara hreinlega aumingjaskap stjórnvalda að breyta ekki skattaálögum eða einhverju fyrirkomulagi þannig að þetta fari ekki allt úr landi meira og minna. Skattleggja það. Skattleggja Google og Facebook hér. Já, því það er bara hægt með einföldum frumvörpum, skilst mér. Og þú manst þegar við vorum að byrja í þessum bransa þá voru náttúrulega auglýsingatekjur verulega mikilvæg stoð í rekstri fjölmiðla. Já, auglýsingatekjur var forsenda fjölmiðluna eins og við þekkjum hana. Og það gerist bara með þeim hætti að fyrst fjölmiðlun fyrst og fremst kannski áskrift, svo náttúrulega einhverjir sem að gáfu bara blöðin sín, en fyrst og fremst var þetta selt. Svo verður við getum svona búið til svona einfalt dæmi að þeirra verða fólksflutningarnar í borgirnar og fólk flyst í borgirnar og það byrja svona að verða til svona massamarkaður. Þú veist þegar það þarf að selja öllum þvottavélar og selja öllum sólarlandaferð að þá verður það býr til massamedjuna. Að þá koma peningar inn sem að fara undir gömlu miðlana og umbreyta þeim algjörlega til dæmis á hápunkti Morgunblaðsins, segjum kannski svona 1990, af því að Morgunblaðið byrjar að fá þennan sess kannski svona á 7. áratugum, en svo bara hægt og bítandi deyr allt frá þeim og þeir sita bara uppi og eru auglýsingamarkaðurinn í blöðum, að þá held ég hafi verið nálægt 70% af tekjunum hafi verið auglýsingatekjur. Já. Og þannig að svo hverfa þær af ýmsum ástæðum. Morgunblaðið getur sjálft kennt sér að þeir eru fóru að gefa fréttir á MBL og hafa ekki viljað að hætta því. Þú voru að reyna það tókst eftir daginn. Að þá byrjaði að loka fleiri fréttum. Svo dróðu þeir að strax aftur í land að því að þeir eru svona hálfuleyti áróðustöð og þess vegna vilja þeir fá dreifingu og þeir eru að reyna að afla tekna frá lesendum með því að neyða þá til þess að vera áskrifendur eins og formið alls þar í kringum okkur. Það er allir í Skandinavíu stóru netmiðlarnir frá gömlu blöðunum, þetta allt lokað, þetta bara fyrir áskrifendur og það hefur engu dott í huga að fara þessar leið á Íslandi, mokkinu var að reyna þetta en svo þið með vísið þarna sem að meðan að vísið opinn að þá með því að loka hjá sér að þá minnkar mokkin sig og kannski komast ekki út úr þessu en með því að fara að gefa fréttir þarna seinta á 10. áratugnum að þá byrjaði mokkin að grafa undan og svo náttúrulega fréttablaðið og fríblöðin svona íttu enn frekar á eftir því en ég myndi að því að mokkin mun kvarta yfir fríblöðunum og svona en hann afgerandi gerandi í því að fara að gefa fréttir. Þessi áskrift sem þú segir að erlendir miðlar hafi tekið upp, þetta eru ofta ekkert stórar fjárhæðir en það sem þú ert kannski að borga $2-5 10 max held ég og þannig að þetta munar þig ekki miklu þína eigin pingu en þetta getur haft allt að segja bara lýðræðislegar varnir og fjölbreytta fjölmiðlun og mér finnst ágætt að bara við rennum okkur aðeins úr þessu áður en við förum yfir aðra lausnir að rekstrarmódel samstöðvarinnar
það væri náttúrulega engin samstöð í loftinu ef við hefðum ekki náð að telja nokkrum hluta landsmanna trúum það að samfélaginu væri betur borgið með því að menn væri að borga hvað, 2750 krónur eða hvað 2750 krónur. Það samstöðin svona, ég stundu sagt þetta sé business model bandaríska kristnipastöða. Við bara berum út boðskapinn og látum baukinn ganga. Og það svona upp að einhverju marki sem getur þetta. Ef við ætlum að fara að skref nærði sem algengast, það sérst að innheimta áskrift af áhorfendum, þá myndum við loka hluta af dagskránni og hún væri bara fyrir áskrifendur. Og við erum svo sem að skoða það og ég meina þetta flókið og erfitt að búa til einhvern svona rekstrargrundvöll undir fjölmiðla. Það allir í heiminum að klóra sér í kollinum og leita að þessu og enginn eiginlega fundi lausnina. Nei, þú hefur meira einbeitt þér að því að fjölga áskrifendum heldur en auglýsingatekjum hefur maður líka tekið eftir. Já, það bara bundið því að það er svo erfitt að byrja á því að selja auglýsingar því að þú þarf svona eiginlega veðja á það að það sé hægt og þú ræður einhvern mann í því að selja auglýsingar og svo getur náttúrulega lent í því að það bara gangi ekki og þá ertu búin að vera að borga eitt stöðugildi sem að þú veist, ég bara litið svo á að við höfum ekki leyfi til þess að safna fé hjá almenningi og eyða því í laun hjá auglýsingamanni sem að skilar ekki tekjum. Þetta skref sem að það er svo erfitt að stíga það og því að við erum ekki með hlutafé eða áhættufé í rekstri þessum að ef við værum svona venjulegt fyrirtæki að þá myndi einhver leggja til hlutafé og þá myndum við nota það meðal annars til þess að byggja upp auglýsingasölu sem að væri kannski rekið með tap í hálft ár en myndi skila hagnað í framtíðinni en við höfum bara búið mikið við þann raunveruleika að geta verið með svoleiðis framsýni af því að við höfum ekki hlutafé. Nei, en frá þeim tíma sem að þú hefur starfsemi samstöðurinnar finnurðu fyrir því að rekstrarumhverfið sé enn verra núna heldur en bara Við erum náttúrulega ekki beint í þessu rekstri sko. Ég bara fylgist með öðrum fjölmiðlum. Það eru fjölmiðlar til á netinu, ég sá að heimildin keypti innan gæsalappa Mannlíf með því að reyna að ýta einhverjum stoðum undir auglýsingasölu af því að maður sér það alveg heimildinni sjálfri að það er engar auglýsingar þar. Það er þessi Brimborg sem er alltaf á heimasíðunni og það er sára litlar auglýsingar því ég er svona gamall blaðamaður og horfi á blaðið þeirra. Ég sé það nú ekki oft sko. En auglýsingarhlutfallið er þannig að ég hefði aldrei gefið út blað með svona lágu auglýsingarhlutfalli 1990 til dæmis. Þú veist það er bara að því að þegar þú ert með svona blandað, annars verður áskrifendur og hins vegar auglýsendur, þá er svona eitthvað svona samkomulag, þú ert til að borga cirka þetta fyrir þetta og þú ert vanur því að auglýsendurnir borgi á móti þér, að þú veist við erum með svona kaldhæðni í þessu, þú borgar mér áskrift, ég fer og sel honum augunin og það niðurgreiðir þjónustuna sem að þú færð og þannig að auglýsendin borgar kannski helminginn í svona götublónu sem við vorum með í gamla daga, svona eins og pressun og svona, þá var kannski auglýsingatekjurnar svona þriðjungur, mokkanum 70%, þetta er svona gætt mokkinn verið stærri og með meiri þjónustu og svona. Þannig að þetta var samkomulegð. Og það sem við stöndum frammi fyrir í dag er að auglýsendurnir hafa dregið sér tilbaka og farið annað. Og við lifum í einhverju samfélagi þar sem að svona segjum að maður hafi bara einhver svona tilfinningu fyrir hvernig hlutin er þetta að vera og við erum aldrei upp í þessu samfélagi. Þá höfum við svona tilfinningu fyrir því að auglýsingamarkaðurinn sem að ætti að liggja undir íslensku fjölmiðlum væri svona 20+ miljardar. En hann er það ekki, hann er bara 10 eitthvað, guðma þetta hvað, ég kann ekki alveg tölunar. En hann hefur helmingast. Og þá er fólk eitthvað, rosalegri fjölmiðlarnir eitthvað lélegir og skilur ekkert í þessu sko. En það er bara búið að sko draga tilbaka og senda út í heim stóra peninga. Og þá er það sem að þessi hópur er að reyna að svara. Hvernig við að mæta því? En því ég tók dæmi með Mannlíf og DFF sem eru netmiðlar sem að reyna að lifa á auglýsingum. Að ég allir DFF með svona, DFF er með töluverða dreifingu á netinu. En þeir fá kannski svona eitthvað sem er kannski 4 stöðugildi. Og þar situr bara eitthvað fólk algjörlega sveitt við að búa til eitthvað svona clickbaits til þess að halda vélinni gangandi og einhverju hamstrahjóli. En þetta er ekki fjölmiðl, þú getur ekki þróað neitt, þú getur ekki hugsað það, hvernig miðlinn þarf að vera, þú getur ekki horft til lengri tíma, þannig þetta
maður velti fyrir sér til hvers verið að þessu sko. Já. Það ekkert annað og þá kem ég aftur að MBL og Vísir sér seinna, MBL náði fyrst afgerandi stöðu á netinu. Ég held að það sem er líka grafa undan mokkanum og félögum, það að þeir selja auglýsingarnar allt og lágt og ég heldur hafi selt þar á svona lágt til þess að forða því að yrði til samkeppni á móti þeim. Þannig að þú ert drottnandi stöðu á markanum og þú selur auglýsingarnar lágt og það getur hljóma svona, eitthvað skrítið. En málið það að sá sem kemur inn og er kannski með 20% af lestriðinum, hann fer inn og selur, þannig hann þarf líklega að selja innan við helmingnum. En að því að þú ert svo lágur, þá getur hann aldrei lifa af þessu. Þannig að það verður aldrei til neinn samkeppni. Og MBL og Vísi, og þú sér bara að þú skoðar þessa vefi og berðu það saman við vefi í útlöndum, það er bara allt og mikið af auglýsingum þarna. Því að þeir eru komni svo langt við að selja. Þeir eru að selja, einhverjum sem á bara kannski eina efnalaug eða eitthvað svona sem átti valla efni á að auglýsa í mokkanum í gamlanda og voru kannski að kaupa auglýsingar í svona dagskráni á Akureyri og einhverjum svona ódýrari miðlum. Þetta er allt komið inn á forsíðu hjá MBL og Vísi. Þannig að þau eru líka, og kannski neyðastu til þess núna í seinni árum, en þess að samkeppnin við Google og Facebook og félaga, hún er svo mikil að þeir geti ekki haldið verðinu uppi. Þannig að bara auglýsingamarkaðurinn sem að gaf fjölmiðlum þetta power hérna í gamla daga, hann hefur bara svikið okkur og þá verðum við að setjast niður sem samfélag og segja býttu eigum við að láta lýðræðisumræðina bara glutrast út fyrir þetta. Er möguleiki að við getum gert fjölmiðlana great again? Ég held ekki. Varla. Þá það spurningin og þetta finnst mér vera svona hluti af þessum svona hugmyndum. Af því að það er ekki, ef þú ætlar að búa til eitthvað og samstöðin er náttúrulega bara eitthvað fenomen á Íslandi, bara eini fjölmiðli sem hefur búin til, ég veit ekki síðan hvenær, líklega síðan að ég startaði Fréttablaðinu. Og vegna þess að það er eiginlega bara ekki hægt. Og ég meina, það er þetta mannstu þegar kjarnin var að byrja á svona. Já. Og það var svona hugmyndum að það var hægt að búa til, ef við búum til fjölmið sem var svona jafn góður og svona Sunday supplement með sunnudagsútgáfum, millistéttablaðana var svona 7. áratugnum, bara vandaða blaðamennsku, að þá hlýtur það að vera þannig að samfélagi kom tilbaka. Það vantaði í það að á þeim árum komu auglýsendur og borguðu 2/3 á móti áskrifendum. Þannig þú getur ekki safna áskrifendum og fengi bara 1/3 og ætlaði að veita þjónustu eins og sett með 3 meiri tekjur. Þetta er bara búið. Og þá þarf samfélagið svara, sem að þú ert líklega að tala um. Hvað eigum við að gera? Hvað eigum við að gera? Sko, mér heyrist á þér að þú sért alveg sannfærður að áskriftir séu svarið og að þetta hafi kannski verið einhver misskilningur að fréttir og vöndu dagskrárgerð og mikilvæg fjölmiðlaþjónusta að við létum markaðinn einan, auglýsingamarkaðinn einan þetta. Þá getur spurt á móti sko, áttið þú ekki þátt í að grafa undan þessu með Fréttablaðið? Já, en því að þú sagðir að ég hefði verið á því að vera áskriftin. Ég var að tala hann út frá mokkanum. Og var að segja að það hefði verið leiðin sem að þeir átt að fara. Þannig með því að hafa fréttirnar ókeypis á MBL að þá gróður sína eigin graf. Ég hins vegar svona eins og við erum með efnið okkar opið og ég tók þátt í að stofna Fréttablaðið sem var fríblað til allra. Sko því ef að þú lokar fjölmiðlunni inn í áskrift segjum þegar við byrjum með Fréttablaðið þá var mokkinn bara á hápunkti sínum hann fór í annarkvert hús og bæði dreifing auglýsinga og dreifing umræðu og dreifing frétta fór bara í annarkvert hús. Þegar við komum síðan og dreifum í hvert hús að þá bara fann maður það bara hvað breyttist. Og ég ætla bara að taka dæmi svo ég sé ekki eins og ég sé að mikla það sem við gerðum á ritstjórninni. Manstu eftir BT-tölvum sem var að selja svona ódýra tölvur sem er svona fyrirtæki sem er ekki sniðugt fyrir þau að auglýsa hjá þeim sem keyptu mokkan því það áttum að vera með 50% af þeim sem eru betur settir. Var ekki gulur litur í auglýsingunum? Mús alltaf. Þeir sem að kaupa mokkan eru 50% þeirra sem eru betur settir. BT-tölvur eru vörur fyrir hinn. Þannig að BT-tölvur var eitt af fyrirtækjunum sem fyrst kveiktu á því að auglýsa í Fréttablaðinu. Þegar þið gerðu það fyrst, þá var útsala hjá þeim og þá voru þeir í skeifunni og röðin í útsuluna náði 2 hringi í kringum búðin. Og hann sagði mér það, sá sem að rækja það,
viðbrögðin við auglýsinginni voru bara unbelievable af því hann hafði auglýst í mokkanum og það var hann að tala inn í hóp hinna betursettu. Svo náði hann til hinna líka. Það var bara allt annað umhverfi. Og þetta verður við að hafa í huga þegar við erum að byggja fjölmiðla. Þess vegna eigum við að verja til dæmis RÚV sem opið. Og RÚV verður náttúrulega að hegða sér þannig. RÚV má ekki hegða sér eins og sé að tala til hinna betursettu í samfélaginu. Sem það hefur gert undanfarið. Þeir verða að tala við hinna því að þeir RÚV lætur teima sig að vera svona eins og millistéttablað hérna á 7. áratugnum eða eins og Mokkin eða eitthvað. RÚV á þvertamóti að vera alþýðlegt hérna, og það er bara lykilatriði. Því að áskriftin hinni betursettu munu hérna sjáum sig sjálf og líka fyrirtækin. Við erum með fyrirbrigði hérna eins og þessi viðskiptablaði sem bara fyrirtæki bara henda inn einhverjum auglýsingum og auðvitað hefur það kannski einhver gildi og þetta auglýsa fórsturabílinn eða eitthvað svona, dýra bíla eða eitthvað, þá er það kannski ágætis auglýsingamiðl, en þeir henda inn peningum til þess að halda þessu gangandi og þú sérð bara hvernig blaðið þetta meira og minna nafnlausir pistlar til þess að hérna ráðast á þá sem eru að vefengja auðvaldið. Grafa undan stofnunum eins og samkeppnisstofnun og bara öllu. Þetta er bara áróðisrit. En fólki sem á fyrirtækin, því munar ekkert halda þessu gangandi. Nei. Þannig að þetta mun sjá sig sjálft. Það sem við eigum að hafa fyrst og næst áhyggjur af er það að hérna, meginþorri almennings. Mun hann hafa aðgengi að einhverju fjölmiðlum? Mun hann hafa aðgengi að einhverju lýðræðislegri umræðu? Það er það sem við ættum að hugsa um. Og gallinn, af því að nefndi auglýsingarnar og viðskiptablaðið, gallinn við núverandi kerfi sem að segir hérna, við getum ekkert farið að sirka út hverjir eru góðir eða nýtsamir fjölmiðlar, við bara það sem að þið eigðið í ritstjórnarkostnað, við hendum 25% á móti ykkur. Og þá er það fyrirbrigði eins og viðskiptablaðið sem að fær hellinga auglýsingafé, við fáum ekkert af því, það er ekki, ríka fólki er ekki að styðja okkur. En ríki kemur og bætir það, þannig að stórfyrirtæki sem auglýsir viðskiptablaðinu, ríki kemur með 25% á móti og ég sé ekki tilgangi Nei. Ég myndi frekar tengja þetta bara beint við áskrifendur. Já, að þú myndist á RÚV áðan þá, ég vann á RÚV upp úr aldamótum og mér fannst andi fréttastofunar vera að gæta hagsmuna litla mannsins og hins almenna manns og mér fannst vera svona sá andi að veita auðræðinu sem þá var svona í vaxandi fæðingu getum við sagt aðhald, mikið aðhald og mér fannst svona þróttur fréttastofunar speiklast í því að við vorum það var svolítið punk og róttækt aðhald en framsetningin var alltaf mjög eins og þú manst kurteisleg og það gat verið svona ákveðin áskorun að láta það tvennt fara saman núna finnst mér hinn síðari ár það hefur mér fundist bara í æríkari mæli að RÚV sé bein framlenging á valdinu og sé orðin hluti af þessu establishmenti sem að RÚV ætti á hverjum degi að vera sanna fyrir okkur að RÚV sé best allra fjölmiðla í að veita aðhald og maður hefur velti fyrir sér af hverju þetta gerist á sama tíma og enga rekinni fjölmiðlun væga sagt vex ekki ásmegin við vorum að tala um fréttablaðið sem nú er fallið enginn veit nákvæmlega hvað blaðamönnum hefur fækkað mikið en við vitum að þeim hefur fækkað mjög mikið og við vitum að fjölmiðlum er heilt yfir að fækka og þetta lausna mót blaðamannafélags Íslands það hefur augljóslega reynt að nálgast vandann frá ýmsum sviðum ég rétt hefti á því áðan að aukið samstarf fjölmiðlafyrirtækja og ritstjórna það geti skilað einhverju samkvæmt þessum tillögum, það verði aukið og formgert. Eitt er það sem að segir að komið verði á samræmdum mælingum á lestri, hlustun og áhorfi. Og þá fór ég að hugsa þegar þetta var kynnt á fundunum í gærkvöld að við vitum ekkert hvað eru margir samanlagt að hlusta á okkur, horfa á okkur og lesa okkur og til einhver tækni til þess að mæla það því að nú samstöðun hún bæði í útvarpi, hún í sjónvarpi, svo erum við með vefsíðu, við erum með fréttir eins og ég sagði án, þá var ég að skrifa fréttir fyrir í dag sem eru birtar á vefsíðunni einhver leið til þess að þú getur sagt fólki auglýsendum og kannski áskrifendum hve mikilvæg við til hve margra náum við Það hægt að telja klikkin á vefnum
Ég held að sé þannig að okkur er dreift þarna til þeirra sem að fá sjónvarpið sitt í gegnum síman fjarskiptafyrirtæki. Já. Ég held að þau allavega einhvern hluti að þau gætu talið það saman. Já. Við getum það er miklu flóknara í sambandi við Facebook af því að það er maður getur séð hversu margir kíkt á þáttinn. En maður veit ekki alveg, þú veist hvort þau voru að horfa hjá sumum opnast þetta sjálfkrafa og þannig þetta er mjög flókið. Já. Og svo náttúrulega í útvarpi að Veitum við eitthvað útvarpi? Amerikanarnir, þeir fundu upp svona þú gekkst með penna sem að mældi það hvort þú varst að hlusta á sjónvarpið útvarp og ég held að það sé ekki notað lengur af því að það er bara annars konar sendingar en síðan ertu með þetta, já þetta er bara rosalega flókið að finna út úr svona nákvæmlega en ein leið er bara að spurja fólk og það er, þú nú verið með umræðum spillingu, að mælingar og spillingu eru bara það sem bara fólk er spurt þau voru var við spillingu og fólk sætti sig bara við það að það er svona cirka bát niðurstaðan og við gerðum eina svona könnu fyrir ári síðan, eða rúma ári síðan af því að við, eins og ég var að nefna áðan að við erum með svo lítið fé að við getum ekki verið að kaupa einhverja mælingar sérstaklega því við erum faktískt ekki á auglýsingamarkaði og þá kom í ljós að það voru 12% landsmanna sem að höfðu séð eða hort eða hlustað á einhverja þáttum samstöðurinnar þá vikuna og það var alveg frábær tala sko og við vorum bara 60% af því sem að Rás 1 með og vorum þú veist, við höfum aldrei auglýst neitt og við höfum aldrei sagt frá því að við höfum opnað og nú höfum allar sett frá því þannig að það hafi verið stómtur sjónvarpsstöð þannig að, og þú hefur fundið svo er það eitt í þessu sem að þegar maður er búin að vera lengi í þessu af því að hluti að því að vera blaðamaður er að þetta er svolítið maður fær einhverja tilfinningu vegna þess að þetta er svolítið vesen í starfinu að þú skrifar eitthvað og sendir eitthvað frá þér og þú veist ekki alveg hvað tekur við þessu. Það er svo svona hægt og bítandi þá byrjar að fá svona sans fyrir þessu. Fyrst kannski rugglast aðeins að því að það er eitthvað svona lítill hópur sem er alveg rosalega ánæður og þú heldur einhvern veginn að þú hefur sko slegið í gegn og svo lærir að það er kannski ekki alveg þannig. Þannig að svona smátt og smátt að lærir maður á því að eiga við svona sal sem að maður sér hvorki né heyrir. Og ég held að hefur þeir ekki komið óvart hvað við förum vilja víða og hvað eru margir sem að stoppa þig og vilja tala við þig Það hefur gjörsamlega komið mér í opna skjöldu ég geti bara sagt það og með vísan til þess að ég hef verið mjög opinbert andlit RÚV, Stöð 2 allmargir sem þekkja mig þá hefur alltaf verið svona bara það hefur verið samband á milli mín og almennings og fólk hefur bara labbað að mér og sagt mér svona hitt og þetta en það er miklu meiri svörun sem miklu meira viðbragð núna það er miklu oftar sem einhverjur hópi almennings ókunnugur einhver tekur í handlegginn á mér út í búið eða í sundið eða eitthvað og vill ræða við mig efni samstöðarinnar og af mjög miklum áhuga og ástríðu og yfirleitt mikil ánægja, ekki alltaf en það er alltaf væntumþykja gagnvart framtíð stöðvarinnar og þessi áhugi ég held að hans svolítið spretti úr þessari eyðimörk sem í rauninni sko fjölmiðla heimurinn er núna stattur í og ég held sko, ég vona að það sé rétt að hjá þeim í Blaðamannafélaginu að það sé hægt að auka samstarf á milli fjölmiðlafyrirtækja og ritstjórna Ég átta mig ekki alveg þessu þessar samræmdu mælingar Nei, með einhvern veginn svona samstarf á milli miðlana Þau eru sko meðal annars að ræða það að hvort fjölmiðlar geti sameinast þróun og stafrænum lausnum svo eru þau líka að tala efnislega það að hvort það sé hægt að efna til samstilts átaks á ritstjórnum þarna er verið að tala við ráðherra og þingmenn sem eru hættir að láta ná í sig og einhverja svona forstjóra og þá sem að vinna í almannaþágu og skrifa bara Facebook-statusa og svo koma fjölmiðlar og bara vitna í Facebook-statusinn og með því eru fjölmiðlar búin að segja ok, við þurfum ekki að tala við ykkur og þá er enginn að spyrja gagnrýnina spurninga, það er enginn að fylgja eftir Það er ekki vettvangur Það er enginn vettvangur og þessi Facebook Það er fólk að opna gluggan á annarri hæð og gargar eitthvað út og lokar, það er ekki torg Akkúrat, Það er ekki umræða torginu Þessi Facebook-blaðamennska er nefnilega alveg stór hættuleg við erum að éta útsæðið okkar sko með því að leyfa þeim að stjórna orðræðin í gegnum það sem þeir skrifa á samfélagsmiðla Fleira, boðið verður upp á aukna fræðslu og þjálfun fyrir blaðamenn þá eitthvað samrænt átak meðal annars í tæknilausnum og gervigreind staðrindavakt komið á fót
og svo framvegis. Þannig að sko bara af því að við þekkjum blaðamennskuna svo vel, við erum búin að vera svo lengi í þessu. Hérna, ég tók til máls á fundinum í gær. Ég sagði að einn ljóður hefði mikill verið á íslenskri blaðamennsku í áratuganna rás, að nú það þekkt að kannski bara einhver skapillur forsætisráðherra, hann fær á sig ágenga spurningu og réttu spurninguna frá einhverjum fjölmiðli, hann fer í fílu og hann neitar að tala við fjölmiðlinn, allavega blaðamanninn, fristir fjölmiðlinn, í stað þess að hinir fjölmiðlarnir sýni blaðamanninum og fjölmiðlunum sem í rauninni hefur verið brotið á lýðræðislega samstöðu, þá svona liggur við að stundum hafi keppinautarnir það hafi hlakkað í þeim, að þeir hafi þá einir aðgengi að þessari heimild. Og sko, mér finnst svo oft í þessum bransa, Smári, að í stað þess að horfa á langtíma hagsmuni blaðamennskunar, og þar samstaða að berjast fyrir fæinu, það náttúrulega hluti baráttunum fyrir langtíma hagsmunum, þá séum við alltaf einhvern veginn bara velta fyrir okkur deginum í dag, hver næri hvernig dag, og þá nú ég að tala um frétta heiminn, svona eins og maður hérna var í honum áður. Hvað segir þetta? Ég svolítið átta mig ekki alveg á þessu samstarfi þarna á milli, sko, hvernig þetta á að virka. Nei. Ég sá þetta ekki alveg fyrir mér, sko. Finnst þér samkeppnisumhverfið og innbyggt í þetta? Nei, þú veist, hvað á að vera svona stofnun á milli í staðreyndavakt, ég skil þetta ekki alveg. Þú veist, ég ekki að segja eitthvað að þessu, ég kveiki ekki alveg á því hvernig þetta verið í framkvæmd, svona svipað og ég var að kváði þarna með auglýsingadeildina sem á að selja auglýsingar í RÚV en RÚV fær ekki peninginn og hver að þá að reka það og það bara svona hlutir, sko, sem ég átta mig ekki á. En að því varst að tala um eitt þarna sem svona meira á fyrirtækja level. Já. Og sumuleyti þá eru dæmi það til dæmis að blöð notuðu sameiginlega prentvél og fleira, þannig að það verið að nota svona resource eins og það kallar. Og ættu þá Vísir og MBL að vinna saman að því að búa til eitthvað svona samræmdan netvettvang og til þess að það var ekki að bera bæði sko sinn kostnað og myndu þá hleypa öðrum að því að nota það. Sét ekki alveg fyrir mér. En mér datt í hug þú að segja þetta að frændi minn, sonur hans Sigurjóns Magnúsar Egilssonar sem Kristján Sigurjónsson, hann hefur ekki sem hét lengi við Túristi.is og heitir núna FF7 og byggt það svona elju, bara hægt og bítandi. Fyrir fréttastjóri RÚV í vinnu hjá honum, Óðinn Jónsson. Já, en þeir eru ennþá fáir, þannig að þeir njóta ekki sko styrkja. En hann hefur verið mjög passasamur í að byggja þetta upp og fylgst mikið með því svona hvernig það og hann býr í Svíþjóð, þannig hann hefur tekið þátt í svona ráðstöfnum og svona og ég hveti til þess að bara heyri í honum af því hann yfirgripsmikla þekkingu á svona rekstra grundvelli svona netmiðlasvip og hann að reka og samspil áskrifta og auglýsinga og hvernig það hefur verið að þróast og hann hefur tekið þátt í svona ráðstöfnum. Og hann sagði einhverju ráðstöfnu þess að hann verið svona fyndið af því að hann var hann með Bonnier og svona stæðstu útgáfu fyrirtækjum á Norðurlöndunum og sagði, þú veist, ég bara bílskúrsband við hliðina á þessu og mér dettur ekki í hug að ég hafi neitt bolmagn í það að vera framal í einhverju tækniþróun. Ég hef bara bíð eftir að tæknin komi og nota hana eins og hún og þá kom maður frá Bonnier til hans og sagði, þetta er afstæð okkar og Bonnier bara risa fyrirtæki og þeir hugsa þú veist, það muni vera þróun í svona forritu sem að halda utan netmiðla og eitthvað svona. Við ætlum ekki að eyða peningum í það. Við ætlum bara að bíða eftir því, þá ætlum þetta að vera pakkavara, þá bara tökum við þetta og aðlögum okkur á því sem í boði. Og ég held að bæði öll fyrirtæki á Íslandi eru þannig að það er ekki séns að það sé eitthvað bolmagn sem kemur út úr áskriftartekjum og auglýsingartekjum sem getur stuðlað einhverju svona tæknið þróun, bara fjölmiðlarnir eiga bara í fullt í fangi með að halda lífi, sko. En þú manst þetta fyrir svona nokkrum árum að það voru eitthvað hugmyndur að eitthvað svona fyrirtæki sem væri eitthvað svona starfi ættur að vera tækni fyrirtæki. Ég held meira þess að Dekot hafi ætlað að fara að selja sko tækni þróunina. Ég var af öllu svona. Ég meina bara horfa á hvað það sem skiptir máli eins og við gerum hér. Við erum ekki með leikmyndir, við erum alltaf í sömu leikmyndir, alltaf í sama borðið, við erum bara talking heads, við erum ekki mikið út á götu, við erum ekki með B-skot, við klippum ekki efnið okkar, við reynum bara að gera það sem við ráðum við og það er að halda upp í einhverju vitrænni
samræðu, reyna að tala samhengi hlutana, því að raunverulega vantar það ekki þessi Facebook status og ráðherrana og fleira koma, sko fréttirnar koma, en það vantar umfjöllun það, þú veist, hvaða merkingu hefur þetta. Það er það sem ég held að sé mikilvægast í lýðræðslegu samfélagi. Þannig ég myndi hvetja sko blaðamennina og fjölmiðlana og útgáfufyrirtækin að fókusera á það, þú veist, hvert er raunverulega mikilvægt hlutverkið í samfélaginu. Já. Spurningin hvers vegna, hún hana vantar meir og minna í yfirgripsmiklum skorti á inntaki. Já, og ég held að sé lýðheilsulegt mál. Svo heyrist þetta fólk segja, þú veist, ég bara get ekki hlusta á fréttir lengur. Ég bara get ekki hlusta á fréttir. Ég get ekki, ég ætla bara að slökkva á því, ég ætla að fá sálarfrið. Af hverju heldur þetta sé? Sko, af því að fólk sér ekki sko tilgang eða merkingu í fréttunum. Það fær bara áreiti en enga tilgang. Ef þú verður að segja fréttir frá Gaza og myndir á sama tíma sko, lista upp raunverulega hver staðan er þannig að hlustandinn hafi eitthvað svona skilning á því, telji jafnvel hafi tilgang á því að taka þátt og láta í sér heyra og eitthvað svona þá þolir það miklu betur. Sko, RÚV og kvöldfréttirnar og Moggin og fleira umgengst sko, mannstu ekki þetta tilraun sem var gerð. Það voru rottur gerða taugaveiklaðar. Það voru 2 rottur sem fengur raflost. Í öðru búrinu var rottur sem fengur raflost í hverskipti sem þeir sóttu mat. Í hinu búrinu voru rottur sem fengur bara raflost bara random. Þær eru taugaveiklaðar, en þær sem að vissu hvernig raflostu kom, að þær héldu, sko, þær voru ekki eins taugaveiklaðar. Það voru mittu sig jafn mikið, en þær eru ekki taugaveiklaðar. Og þetta held ég að sko, fréttamenn verða að hugsa. Þú getur ekki bara bombarderað sko, lesendur og áhorfendur með einhverjum bara hryllingsfréttum og skilja það svo bara eftir að þess að þú veist að vera að ræða það hvaða merkingu þetta hefur og hvað getur gerst næst og eitthvað svona. Við vinnum meðal við þetta líka. Þetta er hluti af miskilinni hugmyndum hlutleysi held ég. Þetta tómarúm. Er það ekki? Jú, þau þora ekki að gera neitt lengur. Sko. Nei, þau þora ekki að gera neitt lengur. Það er búið að skamma þau svo mikið að þau segja bara 72 börn voru drepin í morgun. Já. Og svo kemur bara skotið inn á eitthvað svona hersöðingja í Ísraelsher sem segir eitthvað og þetta er bara, þú getur ekki umgengist áhorfendur svona, þú bara getur það ekki. Nei, og þegar þú tættur að þora að reyna að finna inntakið og samhengi, þá ertu í rauninni búin að sýna alþjóð fram á það að þú ert 100% gagnslaus fjölmiðlamaður. Já, þú bara dreifir upplýsingum. Já. Þetta er ekki upplýsingadreifari. Þú ert ekki blaðamenn eins og ég lærði. En má ég aðeins segja að þú varst að tala um RÚV þegar þú varst þar og þá hafi verið svona hugmyndun að sjónarhornið ætti að vera almenningur. Já. Og að því að við erum líka með þessi stóru tæknifyrirtæki. Við erum með þessi stóru tæknifyrirtæki núna sem eru orðið miklu stærri heldur en hefðu orðið ef að þau hefðu verið stofnuð 1950. Því þá hefðu bara verið klofin niður og þau hefðu ekki mátt kaupa samkeppni. Þetta hefði ekki verið leyft að gera. Stærð Amazon, stærð Microsoft, stærð Google, stærð Facebook, þetta hefði bara ekki verið leyft. Þegar auglýsingafé kemur inn í blaðamennina, þá kemur það á 7. og 7. áratugnum í okkar heimsluta. Og þá er hugmyndur um það að samfélagi sé á leið til svona aukins jafnaðar, til þess að fleiri hafa raddir og þá verður svona breyting, þetta er bara 68-byltingin sem er lýðræðisbylting og mér finnst hann Adam Curtis sem hefur framleitt frábærar heimildarmyndir og er gamall starfsmaður BBC, hann orðaði þetta mjög skemmtilega. Hann sagði, fyrst þegar BBC var stofnað, að þá var þetta ríkisútvarp og menn hugsaði, hvað þýðir það? Já, við verðum náttúrulega að endurvarpa sjónarmiðum þeirra stjórnvalda sem almenningur kýs í gegnum lýðræðislega kosningar. Síðan kemur 68 og þá segja menn á BBC, býtu, nei, er það? Eigum við ekki að vera sko rödd almenning? Verðum við ekki að fara út úr valdinu og fara og segja frá samfélaginu í augnað almennings? Já. Og þeir gera það bæði í fréttum og líka í heimildamyndum, í vissu mannst eftir, sko, það kemur svona bylgja, þeir fara í
í námubæ í Wales sem eru svona hrörnandi og allt í einu bara byrjar að sjá almenning og allt í einu byrjar að tala við almenning á götu. Hérna á Íslandi þá hægt að þéra fólk og allt þetta og þetta lýðræðisbylting sem kemur á sama tíma og peningarnir kom inn vegna þess að peningarnir kom inn að því að fólk að flytja í borgina og það þarf að vita hvernig heimurinn er og auglýsendur hafa hagað því að selja massavöruna og þetta er eitthvað svona töfra augnablik en það kemur á tímabil það sem litið svo á að sá sem að fær þetta vald að geta verið að segja fjölmiðla með þessu afli sem að kemur út af peningu frá áskrifendum og auglýstum, hann verið að tala út frá svona almennu sjónarmiðum, út frá svona lýðræði, svona raunverulegu lýðræði. Já. Við lifum ekki þessa tíma lengur. Nei. Við lifum tíma það sem að bara hinn sterkja á að fá ráða, sá sem á peningana, hann má bara kaupa fjölmiðlana, hann má misnota þá. Ég vissum að ef mogginn myndi hegða sér eins og hann gerir í dag, í 1990 Matti og Styrmir þótt að þeir hafi verið sko svakalegir hvernig þeir eru misnotuð mokkan sko. Ég held að þeir hafi ekki þorað að gera þetta þá því að sko andrúmið í samfélaginu núna er bara svo veikt sko. Já, það er svo lítil fyrirstaða bara engin. Nei, hún er engin og umræðan það er líka sára lítil. Ég held að það sem er kannski hluta því sem að útskýri velgengni samstöðurinnar hún er þó hér. Ég veit ekki, mér dettur eiginlega engin annar fjölmiðill í hug sem að stendur fyrir þeirri umræði. Það er reyndar podcastin, við tökum svolítið formið af podcastunum. Það tengist þarna sem ég var að segja með sambandi viðskiptablaðið. Ef þú skoðar það núna hvað er vinsælustu podcastin, það er meira og minna hægri podcast. Akkur ætli það sé? Það er vegna þess að þau eru drifin áfram af kostun og auglýsingum. Já. Og fjölmiðlun sem hefur drifin áfram af kostun og auglýsingum og henn er ókeypis fyrir almenning, segjum að við myndum loka stórum hluta fjölmiðlunar þannig að veri bara fyrir áskrifendur. Hinum megin inn í almenningnum er það sem er fjármagna fyrir auglýsingum og kostun. Já. Það er þá bara hægri áróður aukið vald auðvaldsins sem að þetta spursmál og þjóðmál og allt þetta þetta er bara hægri bara áróðursmaskínur sko sem og svo fara að vera að segja og ég held að fólk ætti bara að hlusta á þetta og merkja við það hverjir er að auglýsta haldi þessu gangandi. Þú veist að byrja á ég að skipta við Sjóvá sem er að halda út einhverjum sko stjórnlausum áróðri fyrir auðvaldið. Mér finnst ótrúlega fyndið sko þegar menn sem gefa sig út fyrir að vera grjótharðir rannsóknarblaðamenn þylja sjálfur upp 10-20 kostunaraðila milli þess sem er greina samfélagi. Mér finnst lítill trúverleiki því. Hann bara kannski ég. En sko, svona í lokin, Gunnar Smári Já, hleypa gestum af Svona í lokin þá það eru ég var að segja það að þessi lausnavísir 2025 hjá Blaðamannafélagi Íslands þótt það segi ekki hvernig skuli útfæra framkvæmdir þá er margt gott í þessum tillögum og fær okkur til þess að hugsa hlutin upp og nýtt og ég vil bara hrósa Blaðamannafélaginu fyrir þetta framtak. Ein hugmynd sem er dálítið skemmtileg til dæmis fyrir áskrifendur samstöðarinnar. Það er að almenningur fái skattafrádrátt fyrir áskriftir að einkareknum innlendum miðlum. Til dæmis eins og gildir styrki til almannaheilla samtaka. Ef þú ánafnar 100.000 krónum til félags góðs málefnis þá færðu frádrátt á skattaskýrslunni þinni og ætti það ekki að vera bara sanngirnismál að sá sem tekur þátt í því að styrkja og viðhalda framtíð fjölmiðils eins og samstöðvarinnar, hann er með vissum hætti að verja sitt samfélag og sauma saman sitt samfélag og með því eru stjórnvöld að segja já, fjölmiðlun er mikilvæg og þeir sem að setja pening í hana þeir eiga umbun skilið að gera það. Það er annað form væri svona eins og sóknargjöldin eru. Þá eru allir sem greiða þau, ég man ekki hvað það er, ekki 14 skall á ári. Og svo bara merkjur við það, þú ert í þjóðkirkjuna, það verður í þjóðkirkjuna. En ef þú merkir ekki við neitt, þá fer það bara í ríkissjóð. Það verður kannski svolítið astanlegt, en ég meina þannig að fólk myndir ráðstafa sjálft einhverju fé sem að sko, þannig að aðhaldið frá áskrifendum væri. Mokki gerir einhverja bommertu þá bara gangallir úr mokkanum og yfir í vísið eða eitthvað sko. Mér finnst það komið til greina, þannig að mér finnst það þurfa að vera svolítið svona virkni í samfélaginu. Þetta er svona góðgerðafélagsdæmið sem er náttúrulega kannski frekar hugsað til svona betur settu
sem að hafa þetta ráðstofunarfé, eins og ég var að tala áðan, hann 50% sem að voru ásköndar á mokkanum, hinn 50% hafi bara ekki efna á þessu. Og er þá áhrif þeirra á markaðin engin, mér finnst það að veri þetta að skoða það. Ég finnst líka þetta að skoða eitt að allt snýst þetta, eða mest snýst þetta það að styrkja fyrirtæki sjálf. Mér finnst að það er góð reynsla af rithöfundasjóði. Svo þetta ekki bara dæmi sem líkast blaðamennunum og þá styrkiru rithöfundin, hann búið til frumefnið, sá styrkur hjálpar útgefandunum, hjálpar prentaranum, hjálpar bókabúðinni og eitthvað fleira og mér finnst það ætti að skoða það að búa til eitthvað svona kerfi sem að styrki blaðamennina beint. Og þá getur þú sótt og fær 7 mánuði til þess að gera rannsókn á áhrifum Samherja á samfélagssjóður, stofna samfélagssjóð. Svo kæmir þú með búin að vinna þetta verkefni og kæmir til samstöðarinnar eða mokkan og viljið þið kaupa þetta og já, við kaupum þetta og þú færð 2 mánuði viðbót til þess að klára þetta og þannig að þá komir svona meiri svona dýnamík og svona því að það er ekki gott að blaðamenninni séu illa launaðir hjá fyrirtæki sem að fá styrk óttast á að missa vinnuna, þau alltaf háðir einhverju, yfirboðara. Ég held að blaðamenn hefur gott að því að bara fá styrkina beint. Þau eru sammálaðir, það er líka tillögur þetta. Ég bara var að tala um þetta í 20 ár. Þannig að það er frábært. Gunnar Smári Egilsson, kærar þakkir fyrir að koma hér og ræða með mér hver raunhæfar sumar af þessum tillögum eru sem að verða hér væntanlega í fréttum næstu daga lausnir framtíð fjölmiðla og blaðamennsku sem er veik, hún er ástandið er mjög brothætt og viðkvæmt og maður hefur bara spurt sig hvort það verði einhverjir sanngjarnir, frjálsir, heiðarlegir fjölmiðlar, hvort hugtakið almannahagsmunir mun okkur glatast hreinlega að óbreyttu. Ég held að þurfi bara byltingu til þess að spyrna við fótum. En af því minntist á líka fréttir okkar, þá ætla ég svona bara lokum að minna ykkur á það að við erum ekki bara kæru hlustendur í útvarpi og sjónvarpi og podcastum og því öllu, heldur erum við líka með vefslóðina samstöðin.is þar sem þið getið lesið nýjar skoðanagreinar, nýjar fréttir og sótt ykkur aðra þjónustu sem tengist okkar rekstri og umfram allt náttúrulega gerst áskrifendur. En við segjum þetta gott í bili, við sjáumst aftur við fjölmiðlaborðið með nýrri umræðu í næstu viku. Verðið sæl. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins.